I'll never back down. I get up when I'm bleeding, barely breathing. I'll never back down. I get up when I'm feeling broken and beaten. I've got a fire in my soul, the fear's taking hold, but I can't get control of my own life. I'll never back down. I get up when I'm bleeding, undefeated. I'll never back down. You've been waiting and praying that I might grow up and change my ways. Through all the crying and lying, you can't find sense to make your escape. Take my time, you're not going anywhere. You wouldn't leave just to save your life. Breathing in all this air that you've wasted. You're my life, a deep despair. So unaware of who I am. So brace yourself. I am the nightmare awakening, crawling in your bed tonight. Pull the covers over your eyes, say goodnight. It's gonna hurt when I'm gone. I've always cared for you. It's hard to admit when I'm wrong, but you should know the truth. Disconnected, affected, I can't lie. Fight myself just to stay awake. I've been told that I'm cold and I'm shameless. A heartache that won't go away. Catch your breath, things have changed for the best now. No distress when the lights go out. I wonder if you'll forgive me somehow. Drowning out my deep despair. So unaware of who I am. Just save yourself. I am the nightmare awakening, crawling in your bed tonight. Pull the covers over your eyes, say goodnight. It's gonna hurt when I'm gone. I've always cared for you. It's hard to admit when I'm wrong, but you should know the truth. Take cover, fight harder, move faster, fight louder. You're fearless, wake up and I am the nightmare awakening, crawling in your bed tonight. Pull the covers over your eyes, say it's gonna hurt when I'm gone. I've always cared for you. It's hard to admit when I'm wrong.
Góðan dag, komið sæl og blessuð. Nú erum velkomin í kappakstur bíla. Þetta er KFC kappaksturinn. Þetta er Íslandsmeistaramót í kappakstri bíla. Þetta er eina mótið í Íslandsmeistaramótinu sem hefur keyrt. Svo voru bara nokkur bikarmót sem við héldum og hafa gaman. Þetta er úrslita keppni í öllu saman. Það er bara ein keppni sem gildir til Íslandsmeistara og það er þessi keppni. Svo við erum að fara að krýna Íslandsmeistara hér í lok dags. Það er nokkuð skothelt. Skothelt! Ef þið voru að horfa á mótorhjólinn í gær þá var það Stefán Orlandi sem að sigraði það og sigraði allt Íslandsmeistaramótið og er þar með bara Íslandsmeistari í mótorhjólakappakstri á Íslandi. Til að vel gert, til hamingju með það Stefán. Hérna sjáum við pittið okkar. Sjáum við þurru svæðin þar sem bílarnir voru. Það meiri það að fara þetta eftir Porsin þar sem hann var síðast. Ég get svo svara. Þetta er ekki, þeir vita allavega hvað þeir eiga að stoppa næst. Það er skráfa þurft þetta. Það er hægt að rigna. Vindavélarnar okkar orðnar þurrar og fínar. Drónin er ultra smooth. Ultra smooth. Þetta var mjög gott. Mjög gott. Ska! Kamerugæinn að detta þetta inn líka. Yndislegt, það er allt að gerast. Gulur bíll, þetta eru öryggisbílar okkar í dag. Það eru 6 keppendur skráðir. Það er Gunnlaugur Jónasson, Hlynur Sigurhansson, Tómas Jóhannesson, Bergvin Snær Alexandersson, Ómar Agnarsson og svo Tryggvi Bjarnason. Við höfum aldrei séð Ormar keppa þetta áður. Hann er nýbúinn að kaupa sér bíl. Við höfum aldrei séð Hlyn keppa í Íslandsmeistaramóti í 1000 kappakstri áður. Þannig að það hefur verið spennandi að sjá. Hlynur kann alveg að keyra, hann á hérna gríðarlega hraðskera Möstu RX-8 sem þið hafið kannski séð einhvern tíðan. Og Bergvin Snær er búinn að vera að keyra hérna reglulega hjá okkur, þannig að ég býst við að hann kunni brautina vel. Falleg sín hérna yfir brautinn okkar. Það er rosalegt að vera með dróna þarna, bara einn auka, alla keppnina. Bara svona til að geta séð þetta, þetta er algjör snilld. En allavega, keppnin hefst á eftir klukkan 12. Ekki hafi verið. Nú að ná mér í dagskrána í dag áður en ég fyrir að segja þetta allt hann upp átt. Já, það er 12:15. 12:15 ætlum við að hefja kappaksturinn sjálfan. Nú er tímandakan í gangi á fullu. Ég hendi upp stöðunni hérna fyrir ykkur. Tíman og tíman líka. Það er Gunnlaugur. Í fyrsta sæti komin 1:42.2. Það er Hlynur Sigurhansson í 1:42 líka. Það er rétt á eftir honum með Tómas Jóhannesson. Hann er einnig með 1:42. Bergvin Snær kom 1:43 og sama með Ómar Agnars. Tryggvi er nýkominn út á braut. Nýbyrjar að teka hjá honum tímar þannig að hann var væntanlega eftir að setja betri hring að þetta. Það er allavega stefnin í spennandi keppni hérna á eftir. Fyrstu 3 eru bara mjög nálægt hver öðrum.
Sjáum við Gunnlaug Jónasson. Já, hann aðeins að hoppa til. Halla, þetta er Gunnlaugur Jónasson. Hann er á nýja bílnum sínum. Komin á Volkswagen Up. Þetta myndi vera Ormar sem keypti gamla bílinn hans Gulla. Ormar Agnarsson. Þetta er hann, þetta er Ormar. Hann er kominn á gamla Íslandsmeistarabílinn sem að Gunnlaugur tók titilinn á þessum bíl í fyrra. Þetta myndi vera Tryggvi. Það er á pusjónu sínum. Þetta er ekki pusjónu hans. Það er ekki. Þetta er pusjón. Þetta er pusjón. Já. Slætar og fínt. Nú er ég að svara kamerugæðina mínum í beinni. Það er ákveðið. Nei! Það er slæt! Slið machine! Ég hef slætað Audi þarna líka. Ég hélt ég væri á bestu dekkjunum fyrir rigningu. Það var ekki svo leiðis. Já, þetta gæti líka verið eitthvað uppsetningamál. Bíllinn gæti verið verri uppsettur fyrir rigningu. Eða fyrir blautt. Hörruðu! Þetta stefnir í partykapastur, maður. Henni er að slæta. Óhóhó! Ormar í slæti hérna líka. Þetta er ekki driftkeppni. Tómas Jóhannesson kominn í fyrsta sæti með 1:41.7. Bara bim, bara búm. Gunnlaugur Jónasson er ekki í fyrsta sæti. Það er þessi hérna bíll. Þetta er Tómas Jóhannesson. Tómas Jóhannesson keppti hérna í 2-3 ár. Var meðal annars á Opel Speedster sem hann held ég ennþá. Og svo fekk hann gamla bílinn sinn, hann var á þessum bíl. Fekk hann lána hann hjá honum Geira. Geiri er búinn að vera að smíða þennan bíl aðeins upp. Og það kæmi mér ekkert á óvart að þetta væri besti bíllinn hérna í dag. Ekki neitt, kæmi mér ekkert á óvart. Þetta er Hlynur á Volkswagen Up líka. Hlynurinn er nummer 85. Hlynur er kominn í fyrsta sæti. Ég þarf að kíkja betur á þessa töflu. Hlynur Sigurhansson er kominn í fyrsta sæti. Þetta er hann hérna sem við erum í siktinu.
Hérna hann Gunnlaugur á nýja bílnum. Hann heldur betur búinn að grúska síðustu daga í þessum bíl líka. Gulli náttúrulega að keppa í Formula Yeti, svona Formula 1000 kappastur. Sem eru með litla formúlubíla, 400 kíló. Þetta slæt fyrir aftan í drónanum. En já, Gunnlaugur hefur verið að keppa hérna út í Bretlandi. Við fórum að fara nokkru sinnum. Hann hefur búinn að vera á Silverstone og Brands Hatch og ýmsum svona Cadwell Park og mjög skemmtilegum brautum. Og er að keppa í Formula Yeti sem eru 1000 kúbika mótorhjólamótorar sem er búið að setja í 400 kíló formúlubíla. Þetta er eitthvað sem hann kallar hann er með Facebook-grúpu Tímavélin. Ég held að best að finna það Ice Racing. Það er liðið hans, ég getur fundið þetta undir því líka. Ice Racing. Ég fylgst með Gull að vera úti að keppa. Lifa draumnum. Það er ormar. Flegi ferð inn í beygju 4. Inn í 5. Hvar er Bergvin? Bergvin inn í pit. Sjáuði þið. Það er rosa sleipt þarna. Það er eitthvað gúmmí þarna í braut eða eitthvað að ske. En, jæja, þá er þessari tímatöku lokið. Tíminn að hikka út. Sjáu þið. Just. Hann er ekki einu svona mikill ferða þannig og samt sleipur þetta í gegn. Aldrei mér líst vel á þetta.
Þá er þetta niðurstaða tímatökurnar í dag. Hlynur Sigurðarson tekur forystuna í þessari keppni. Svo er það Tómas Jóhannesson sem er í öðru sæti og Gunnlaugur, Íslandsmeistarinn okkar, situr í þriðja sæti. Fjórða sæti þá er á eftir honum á Íslandsmeistarabílnum er Ormar Agnarsson. Svo er það Bergvin Snær Alexandersson í því 5. og Tryggvi Bjarnason í 7. sæti. Gríðarlega stutt á milli fyrstu tveggja. Aðeins búið að tegjast að í hann Gunnlaug Jónasson. Heitri sekúndu eftir Tómasi og Hlyn. Skellum við í smá tónlist í gang og hinkunum bara þangur til að það fyrir eitthvað meira að ske. Það er keppni klukkan 12:15. Það er ekki langt í það. 25 mínútur. Sjáum okkur eitt smá.
Það nú styttist í þessa keppni hjá okkur. Keppendur fara að koma sér út í braut fljótlega. Hér sjáum við Tryggvi Bjarnason. Hér er Bergvin Snær, Mountain Dew-mertur og rauðum bíl. Kann vel að meta það. Sjálfsögðu, Happy var að hluta logoð þarna líka. Hlynur stórglæsilegum Volkswagen Up. Og það er það Ormar Ragnarsson. Skilst ég hafi sagt Ómar Ragnarsson á hann. Ég er ekki sammála því. Ég tek það ekki í mál. Ég er nokkuð sem ég hafi sagt Ormar allan tíman. Þannig sjáu þið Hlyn, hann er í símanum. Mjög upptekinn í símanum. Ræða strategíur og svona. Og Tómas Jóhannesson mér á þessum stórglæsilega Toyota Aygo. Verulega flottur bíl sem að Geiri búinn að vera að smíða. Var endurinn hérna á Gulli, Íslandsmeistarinn okkar síðan í fyrra. Þá vitið þið hverjir keppendur eru. Fyrst að ég veit það, þá erum að gera að segja ykkur það. Ég þekki keppendur bíla hérna ágætlega. Svo ég þekki mótorhjólin lítið. Ef ykkur langar að lýsa mótorhjólunum, þá endilega komið og gerið það. Það væri geggjað að fá einhvern sem að þekki mótorhjólunum vel og væri til að lýsa því með okkur. Sama má segja fartbíluna. Okkur vantar ekkert góðan lýsanda. Lýsandinn okkar er farin að keyra fartbílunni. Þannig að það er að gera, ef ykkur langar að lýsa þessu stöfi, vitið eitthvað þetta? Eða bara langar að lýsa, þið getið bara labbað inn í pitt og kynnt ykkur allt sem þið viljið fyrir keppni og svo komið þið bara inn og spjallið í mæk. Myndi létta mér lífið mikið. Við 5 mínútur þá fara keppendur út á línu. Svo stíft 12:15 hefst keppni. Ég ætla að hætta að bladra þangað til. Þá fá mér eitthvað að drekka. Skelli myndi appelsíni eða svo. Sigrið smá. Abi var hlutir, við gerum betur. Abi var hlutir, lífið er ljúft, gerum því við gott.
Öryggisbíllinn er komin út í braut. Öryggisbíllinn er búinn að athuga brautina. Það kemur ekkert frá honum. Keppendur að koma sér á línuna. Offum þessa tónlist. Það er Hlynur Sigurðsson sem er fremstur, Tómas Jóhannesson í öðru, Gunnlaugur Jóhannesson í þriðja, Ómar Ragnarsson í fjórða, Bergvin Snær í fimmta og svo Tryggvi Bjarnason sjötta sæti. Við erum farin af stað. Það komið grænt, grænt, grænt. Engin breyting ennþá. Hlynur Sigurðsson komin vel framalega þarna, en nú kemur Gulli í smá sókn. Gulli er þarna í þriðja. Hlynur strax byrjar hún að mynda smá bil.
út í möluna hana. Gunnlaugur reynir að fara eins vítt og mögulegt þarna. Sjáu það. Tómas sækja hans á hlinn. Tómas í sókn hérna. Eins og það sama má segja Ormar fyrir aftan. Hér Ormar að sækja á Gunnlaug. Á bílnum hans, eða gamla bílnum hans Gunnlaugs. Og þetta Tómas þarna að reyna að koma sér fram úr hlinn. Ég myndi sýna ykkur þessa töflu en hún röng. Vantar inn tímana hjá Tómasi. Sjáu þið Gunnlaug. Nei, Ormar stingur sér inn fyrir. Fer of vítt. Gulli nær sætinu sínu tilbaka. Hann bremsaði aðeins of seint og náði ekki að halda þessu. Setjum upp tímatöfluna hérna. Þið vitið á því bara Tómas Jóhannesson. Hann í öðru. Nú vantar hann þarna á réttan stað á töfluna. Hér Ormar að gera aðra atlegu að honum Gunnlaugi. Nær rosalegu exiti hérna út með Gunnlaug. Nær hann að nýta sér þetta, sjáu þið, hann á meiri endarhraða, hámarkshraða, en Gulli innri, Ormar leitar hérna út. Ormar að reyna að taka fram úr hérna. Allt sem hann getur. Hann kominn fram úr að halda þessi inn í Gunnlaugur inn í pit. Gunnlaugur inn í pit. Þá fylgist við með fyrsta og öðru sætinu. Þar Tómas í öðru sæti þrátt að vera tímataflan sér röng. Tímatökubúnaðurinn hjá Tomma ekki að virka. Hlynur aðeins byrjar að stækka bilið. Þegar brautin þornar. Sjáu það strax komin svona þurrari lína þar sem þeir eru að keyra. Og inn á beinakaflan koma þeir.
Hinir að stækka bilið örlítið. Tómas Jóhannesson sem eftir honum þrátt fyrir að tímataflan ekki að segja annað. Virðist nú vera Tómas sé eitthvað aðeins að minnka bilið. Bergvin, hann er þó í 4. sæti og tímataflan segir annað eins og ég er búinn að vera að tönglast á þetta. Hér er Gunnlaugur. Við förum aftur á Hlyn og Tómas. Það er mesta spennan. Ormar er ekkert að nálgast á, þau tekst aðeins út, komið sekundu lengra frá þeim. Virðist vera, sé eitthvað að minnka bilið hérna. Það er 11 hringir eftir. Eða 13 mínútur. Hér sjáum við Gunnlaug í drónunum og eftir honum Bergvin. Eftir að Gunnlaugur fór í pit, þá kom hann aftur út og er langt á eftir. Hann er talsvert hraðar en Bergvin samkvæmt tímatöku, þannig að það verður væntanlega einhver kappastur hér. Ennþá svolítið bil hérna á milli Tómas og Hlyns. Það er Hlynur sem er leiðin og Tómas sem er í öðru sæti. Býtum við, Tómas Jóhannesson er allt í einu farin að tikka.
Nú sjáum við Gunnlaug. Og eftir Bergvin. Hvar er fyrsta og annað sætið okkar? Þarna eru þeir. Koma út úr villingnum. Og skipti hérna. Hérna sjáum við Gunnlaug. Stingur sér þetta innan á Bergvin. Þeir fara mjög vítt báðir. Það eru einhver örlítil snerting þarna. Og hér sjáum við að Gunnlaugur er kominn aftur upp á Bergvin. Gunnlaugur með innri línuna og talsvert meiri hraða út úr beginni. Gunnlaugur nær hér að læsa þessu, kominn fram úr. Virkilega vel gert. Þá erum við komin aftur yfir á fyrsta og annað sætið. Hlynur og Tómas Jóhannesson. Vantar eitt hring á Tómas. Svo hann lítur út fyrir að vera eftir á, en hann er það ekki. Fylgdu. Já. Hérna erum við. Finna fyrst og annað sæti aftur. Sjáum við Gulli kominn slatta fram úr. Við höldum áfram að fylgjast með fyrsta og öðru. Þetta er Tómas. Að reyna að koma sér fram úr hann Hlyn. Sem hringur er væntanlega bara bætt við á eftir. Nei! Það er verið að vinna í þessu eitthvað á meðan við tölum. Það væntanlega jafnar sig út núna eftir þegar þeir fara yfir línuna. Hlyn er að keyra mjög öruggt. Bíddu nú við. Tómas sem er í öðru sæti er að fara hérna inn í pit. Tómas fer inn í pit. Tapar þar með öðru sætinu sínu.
Pitturinn er tómur, þannig að Tómas er komin út aftur. Aðeins að læsa þarna. Komið út aftur. Bergvin að hoppa upp í 3. sæti og Tómas voru inn í pit, það var búið að jafna ringinn hans, þannig að tímatablan var rétt í smá stund. Tryggvi undraðinu í línuna. Hér er Ormar með Tomma á eftir sér. Fer aðeins út í möluna hérna. Slær væntanlega af og tapar þá einhvern endarhraða á því og Tómas er að sækja. Bergvin í 3. sætinu. Leitt hann út í braut, en hann er í 3. Hér er Ormar. Tómas á eftir sér. Hér er Gunnlaugur, síðasta sæti. Hún sé stutt fyrir aftan á 1 og 2, já, þetta er ekki 1 og 2, ekki rétt. Það er Hlynur Sigurðarson sem er í 1. sæti. Og fyrsta í tímatökunni og er búinn að vera að leiða alla þessa keppni. Og er hérna að koma
upp að honum Tryggva. Við erum að hringa Tryggva. Svo er það Ormar og Tómas inni fyrir aftan. Tómas er hringa á eftir Ormar. Þetta er Ormar í öðru. Með Tómas á eftir sér í þriðja. Bergvin Snær í fjórða sæti. Er Tómas í þriðja? Og hann er svona stutt í pitt. Hér eru þeir komnir 3. Ormar í öskrandi sókn. Það er blátt flagga og Tryggva fyrir framann. Og hérna galopnast þetta. Og flaggið komið upp. Hlynur Sigurðsson er búinn að sigra þetta. Ómar Agnarsson í því öðru. Það er ekki öruggt að tímataflanina sé rétt. Fáum þetta staðfest á eftir. Þangað til gerum við ráð fyrir því. Hún sé rétt. Tómas Jóhannesson sem þó helst væri með rangan tíma. Hún myndi breyta töflunum talsvert. Og hérna er verið að flagga Bergvin.
Tómas á kælihring. Kæla bremsur. Horfum að stoppa bílinn í pittinum. Eru bílarnir komnir inn í pit. Það er bara Tómas sem út á kælihring. Eru byrjar að dútla aðeins í bílunum og gera á tilbúinu fyrir næstu keppni. Næsta keppni á að hefjast klukkan 13:25 ætlum við að hefja næsta kapastur. Nú slúum við að svappa henni yfir á Bing bang. Þá er keppnislótu 1 lokið. Hér eru niðurstöður af því. Ef það breytist eitthvað á næstu mínútum þá er það breytingin. Ég læt ykkur vita ef það verður einhver breyting. Það var einhver smá misskilningur þarna með Tómas Jóhannesson. En við sjáum til. Ég læt ykkur vita ef það verður einhver breyting á því. Þangað til þá er þetta niðurstaðan og ég kem aftur í þetta 13:15 eitthvað svoleiðis. Byrja að blæðra ykkur og svo hefjum við næsta kapastur.
to get me. Destroyed it all. I had to lose everything to know that I was wrong. And now I see what was true all along. Avoiding me. Now that everything is gone.
Jæja, þá eru keppendur að koma sér aftur út í braut. Og það er öfug rásröð. Þannig Gunnlaugur Jónasson sem byrjar hérna fremstur. Nei. Jú, það er víst svoleiðis. Tímataflan. Tímataflan er að segja mér eitthvað annað. Það er Gunnlaugur sem er fremstur. Tryggvi Bjarnason sem er hérna í öðru. Svo er það Tómas. Svo er það Bergvin. Svo er það Ormar. Svo er það Hlynur hérna í síðasta sæti. En hann sigraði byrja umferðina. Þá byrjar hann aftast hér. Þetta er öfur rásröð. Og þetta er oftast mest spennandi kapasturinn sem við sjáum hérna. Styttist í ræsingu. Drónin er farin í loftið. Hætt að rigna. Það er komið ræs. Af stað fara þessar 1000 bílar. Það vantar þá eitthvað signal, það er eitthvað. Svo að stinga úr og í aftur. Jæja, þá er ég komin aftur á mæknum. Það er hörku Axel hérna fremst. Tómas er að reyna að tróðast hérna fram úr. Og þetta er Gunnlaugur sem er fremstur. Ormar í þriðja. Og það er Hlynur hérna í fjórða sæti. Og Bergvin hérna rétt og eftir þeim. Bleytan að hafa áhrif hérna. Talsvert sleipar, við sáum það í tímatökun áðan, þeir voru að renna út um allt. Nú eru þið væntanlega að passa sig mikið. Tómas hérna límdur ofan í Gunnlaug. En Gunnlaugur var í síðasta sæti áðan og byrjar hérna fremstur, svo Gunnlaugur á nú góðan séns í að sigra þessa keppni. Ef hann er að halda Tómas aftan sig.
Hvað gera þær hérna í fyrstu beygju? Verður einhver breyting? Hlynur að reyna að stinga sér. Bergvin reyna að koma sér þetta fram úr líka. Gunnlaugur með ágætis forskot og nú þarf Tómas að fara að verja sig frá Hlyn. Hlynur að reyna næri ekki að halda sér utan á honum en er hraðari út af því að Tómas var að loka og sjáu þeim hraðamunin. Hann er meira að nálgast Gulla þetta sem er fremstur. Og Hlynur komin upp á hlið á Gunnlaugi og bremsar seinna. Hörkuakstur í gangi inn hjá Hlyn. Og Hlyn er búinn að koma sér upp í fyrsta seti. Hlyn er aðeins og djúpt þetta. Bergvin ennþá þarna rétt fyrir aftan. Ormar sem eru allir að þeir eru báðir ætlaði að segja að nálgast hópinn fyrir framann. Hlynur strax byrjar að mynda gott bil. Hann er með fullkomlega uppsettan bíl og hérna er eitthvað hamagangur í gangi. Gulli rann aðeins til. Tommi þurfti að víkja burt frá línunni sinni, bremsa og þar með er Ormar búinn að ná Tomma og Bergvin búinn að ná Ormar. Og hérna er Bergvin. Nei, Bergvin slætar. Ég fór over á vitlausa myndavél. Tómas algjörlega í afturstöðunum á Gulla hérna. Er aðeins meiri ferð. Þegar við sjáum að koma þetta inn í fyrstu beygju. Tommi gerir ekkert. Hlynur er að aka alveg gríðarlega vel. Tommi, aðeins og víður þarna. Sjáu þið Bergvin. Stingur sér inn á innri og er kominn fram úr Ormar. Eða hvað? Ormar er með betra rönn hérna út og er hraðari á víðari línunni. Og nær að koma sér aftur fram úr. Það er snúningur. Ormar missir afturendan. Og það er eitthvað að gerast þarna framan líka. Tómas er að koma sér fram úr Gulli. Það er bara átt á báðum stöðum. Bergvin er kominn upp aftur. Þetta er yndislegt.
skemmtunni. Ormar fór út í sandinn. Það Njeri, Bergvin og Ormar komin upp í hægra megin við hann. Bergvin sneri ekki, hann misti afturendar aðeins. Þetta miklu skemmtilegra með bleytunni. Þetta bara æðislegt. Þetta fyrsta og annað sæti. Það Hlynur og Gunnlaugur Jónasson. Hlynur Sigurhansson sigraði síðustu keppni, byrjaði aftastur, komin upp í fyrsta sæti. Það hafi ekki tekið hann meira en 6 hringi að koma sér þangað. En hér Tómas. Hann að koma sér fram á Gunnlaugi og hérna nær hann að koma sér upp í hliðina á honum. Og hvernig fara þær inn í þessa beygju? Gulli með betri línuna hérna. Nema Tommi ná að halda hrað og hanga utan á honum og blokka hann hér, en svo ekki. Það Hlynur í fyrsta. Og Tómas. Algjörlega í stöðunum á Gulla. Og hvað gerist hér? Tómas kominn fram úr. Það Hlynur fremstur. Svo kemur Tómas og svo Gunnlaugur þrátt fyrir að taflan síni annað augnablikinu. Það lagast þeirri fara yfir línuna næst. Hlynur búinn að búa til stórt bíl, komið 7 sekúndum undan. Ormar búinn að Bergvin búinn að búa til talsvert bíl. Og það snýr. Hann missir afturendan hans. Hann snýr ekki, hann náður að halda þessu. Þetta sjáu þið á svört og hvítu hversu mikið bíl á milli. Hlynur langt fremstur. Og eftir að Tómas komst fram úr hann búinn að mynda gott bíl í hann Gunnlaug. Bergvin að keyra svo hetja hérna í dag. Skellum okkur aðeins á fyrsta sæti. Sjáum Hlyn koma í gegnum þessa erfiðu beygju hérna. Hann er með mjög góða línu í gegn. Lítur alltaf furðulega út þessi lína. Hún bara virkar. Má ekki fara of vítt þarna en aðeins þó. Hann náði besta hraðanum hann út. Bergvin
að sækja á Gunnlaug. Þetta fyrir aftan. Hann er að sækja hratt. Bergvin er ekki nógu nálægt hérna, bremsar aðeins seinna. Það eru 8 sekúndur frá Hlyn í Tómas. Hlyn er að keyra afburða vel í dag. En við erum að fylgjast með Bergvin og Gunnlaugi. Gunnlaugur sem er á undan honum, Gunnlaugur í 3. sæti og Bergvin er að sækja hart. Snúningur! Oj, þeir báðir! Nei! Bergvin var að reyna allt sem hann gat. Gulli var að reyna allt sem hann gat. Bergvin gerir smá mistök. Missir afturendan. Gulli gerir það sama en bara annar er að ná að lifa þetta af. Bergvin kominn niður í 5. sæti. Ómar Agnarsson kominn upp í 4. Nei, Ormar Agnarsson. Þetta góða vitleysan sem ég sagði áðan ég hafði aldrei gert. Smá leita á myndavélunum okkar sem betur fyrir er ekkert stórlega spennandi að gerist í brautinni akkurat núna. Hér er Hlynur að fara fram úr Tryggva. Sjáu þið nánast alla keppendur í brautinni. Hérna er það Hlynur sem er að rústa þessu. Hann er komin í 9,5 sekúndur á undan Tómasi. Sem er í öðru sæti. Svo er Gunnlaugur. Og svo Ormar Agnarsson. Ormar.
Agnarsson, ekki Ragnarsson. Þannig Hlynur. Wow. Sjáum við Tómas. Hörðu! Bergvin, sama stað, komin út í möl. Smá spinnur Rooney í gangi hérna. Hörðu! Hérna er verið að reyna að komast fram úr bíl sem er hringu eftir. Hann hleypir inn á honum. Og ormarinn er að skríða þarna fram úr. Alveg grenjandi rigning hérna upp í braut hjá okkur. Svo er... Slæt! Svo er ekki rigningin í pittinum. Þannig að drónin er bara inn í pitt. Og miðar bara lengst út í braut. Við erum bara að láta þetta döga. Rigningin er reyndar að færast yfir okkur. Þannig að drónin fyrir bara inn og við skiptum. Hér sjáum við Ormar í sókn. Hann er að sækja á hann Gunnlaug. Á gamla bílnum hans Gulla. Gulli er búinn að selja Íslandsmeistarabílinn sem er þessi blái. Og nú er hann Ormar að sækja á Gulla á nýja bílnum.
Spurning hvort þið gerir svo bara slett skipt aftur. Gulli náttúrulega búinn að smíða mikið í þessum Peugeot sínum. Mjög góður bíll. Ekki mikil breyting á þessu. Og þó, hér er hann talsvert hraðar inn beinakaflann. Nær ekki að koma sér upp að hliðina á honum. Hún sýndist Gulli læsa afturdekkinu sína aðeins og byrja að snúa. En það er ennþá Hlynur sem að leiðir þessa keppni. Gefur þetta inn beinakaflann. Hún standa sig verulega vel. Hér er einhver að missa aftarendan. Ormar, sem var svo búinn að minka bilið í hann Gunnlaug. Það eru 3 hringir eftir. 2 þegar þeir komið í línuna. Bilið hefur styðst aftur. Ég get svo svarað. Ormar er að keyra mjög vel. Og hér er Hlynur. Öruggur. Við erum að fylgjast með 3. og 4. núna. Sjáum Tómas þetta verið að koma inn beinakaflann, hann er í öðru. Hér er Gunnlaugur í 3. og Ormar í 4. sæti. Komið aðeins meira bíl aftur á milli þeirra heldur en var áðan. Hér er Tryggvi búinn að snúa.
Hérna baráttan okkar Gunnlaugur og Ormar. Það mest spennan í brautinni hér. Sjá hvort að Ormar ná að komast upp í 3. sæti. Það svona ýmist styttra eða lengra bilið á milli þeirra hérna. Það styttist þarna á milli maður. Ormar örfáum metrum frá Gulla núna. Það 1 hringur eftir. Jú, eða hvað? Nær hann að nýta sér þetta vel? Kemur hann hraðar hérna út? Já, eða hvað? Ég veit ekki. Flaggið komið á loft. Það búið að flagga út hlín og hér sjáum við Tómas taka annarsætið. Og hér sjáum við ennþá Gunnlaug í því 3. og Ormar í 4. sæti. Þið keyra þetta öskrandi það inn beinagaflan. Þá það bara Tryggvi Bjarnason sem áttur að koma sér í gegnum línuna. Hann hérna í slæti. En Bergvin hætti keppni áðan. Mögulegt eitthvað við skeð fyrir bílinn hans. Hann að renna hann út allt. Og kemur hérna yfir línuna. Og flaggið. Þá seinni keppninni lokið hér í dag. Niðurstöðurnar upp í vinstra átjánni hjá okkur. Hlynur Sigurðarson sigraði þessa keppni líka. Sigraði líka fyrir umferðina. Svo tækt öfug rásröð í gang og hann sigraði bara aftur. Fór fram úr öllum. Virkilega vel gert hjá honum. Frábæran tíma 1:42, 2:3, 4. Og það réttu eftir honum 1:42, 9:56 hann Tómas Jóhannesson. Þetta fara bílarnir og skella sér í Park Ferme. Þar mega ekkert snerta bílana eða gera neitt. Það til Park Ferme lokið. Verðlaunapallurinn kominn þarna upp. Frábærum stað, þannig að við getum séð eitthvað eftir. Eitthvað vantar
Af bílum í Park Fermi hérna. Hér er öryggisbíllinn að klára gangur skuggum að það sé engin bíll í braut og engin hætta inn en einu. Það er spurning hvort að sé einhver bíll á vigtinni. Hinrik, að þú snýrður upp á stjórnstöðinni. Já, það er komin bíll á vigtina. Fyrsta sæti Hlynur Sigurhansson komin beint á vikt. Hér er vikta strax eftir keppni. Ef að bílar eru undir 900 kílóum þá eru þeir úr leik. Og til dæmis daginn var hann Gunnlaugur hérna 906 kíló eftir keppni. Nei, hann hefði ekki sett bensín á bílinn sinn bara til að vera með aðeins meira en hann þurfti. Þá hefði hann verið undir þyngd og verið dæmdur úr keppni. Það þarf að passa á þessu hérna. Hann virðist fá grænt ljós hérna. Það er alltaf enginn að fara upp að hurðinni hjá honum og segja honum að hann sé out. Þannig það eru góða fréttir fyrir Hlyn. Nei, þetta er Gunnlaugur. Fyrirgeði. Bílarnir eru alveg eins aftan. Ég tók bara ekki eftir númerinu. Þannig þeir Hlynur er komin inn í pittin, já. Það var Ormar sem var næstur á viktinni, sýndist mér. Skulum fylgjast aðeins með vigtuninni og grípum við hérna verðlaunaafhendinguna eftir.
slökum aðeins á. Býðum eftir tímatökunni. I'll never back down. I get up when I'm bleeding, barely breathing. I'll never back down. I get up when I'm feeling broken and beaten. I've got a fire in my soul, the fear taking hold, but I'm taking control of my own life. I'll never back down. I get up when I'm bleeding, undefeated. I'll never back down. I'll never back down. I get up when I'm bleeding, barely breathing. I'll never back down. I get up when I'm feeling broken and beaten. I've got a fire in my soul, the fear taking hold, but I'm taking control of my own life. I'll never back down. I get up when I'm bleeding, undefeated. I'll never back down. I'll never back down. I get up when I'm bleeding, barely breathing. I'll never back down. I get up when I'm feeling broken and beaten. I've got a fire in my soul, the fear taking hold, but I'm taking control of my own life. I'll never back down. I get up when I'm bleeding, undefeated. I'll never back down. Jæja. You've been waiting and praying that I might grow up and change my ways through all the crap.
Já. Það komið að verðlaunaafhendingunni. Íslandsmeistaramót kapastri bíla. Ég heyri þeim tala eitthvað saman hérna og heyri það er búið að þyngja suma bíla 40 kíló. Það er búið að létta bíluna svo mikið. Það er hann Tryggvi sem tekur 7. sætið í Íslandsmeistaramótinu. Í 5. sætið tekur Gunnlaugur. Og í 4. sæti er það Bergvin Snær Alexandersson. Og í 3. sæti er það Tómas Jóhannesson. Laðingi með það, Tómas. Og í öðru sæti það er Ormar Ragnarsson. Nei, Ormar Agnarsson. Það er alveg rétt í þetta skipti. Ormar Agnarsson. Svo er það 1. sæti. Hann Hlynur Sigurðansson tók þetta, pakkaði saman. Virkilega vel gert. Stórfenglega gert hjá þessum drengjum. Og hann er Akís Íslandsmeistari í kapastri bíla. Hér kemur Helga Katrín frá Akís með risastórt plagg. Jón Brynjar, þú kannski færið aðeins. Er eitthvað að tala um einhverja tíma hérna 1:33:35. Stórgóður tími. En hér sjáum þið Top 3 í Íslandsmeistaramóti kapastri bíla. Var eitthvað að tala um það á næsta ári verði fleiri keppnir í Íslandsmeistaramótinu. Ár var bara ein keppni sem að skorðar úr það. Þannig verið að taka af honum byggarinn sem var gefinn fyrir hraðasta hring í keppni. Því það var annar tími settur á honum Gunnlaugi Jónassoni sem misti byggarinn sinn eins og Landon Norris. Reynda misti annars manns byggarst þar en Gulli misti sinn. Það er Gulli sem að keyrði hérna í bikarmótskeppni hjá okkur og náði langbesta hring sem hefur náð. 1:33 eitthvað voða lítið, 1:32 eitthvað voða lítið. Sem er algjörlega stórfenglegur tími fyrir svona lítinn bíl með 1000 kubíka vél.
Úps. Yndisleg keppni, yndislegur dagur að baki. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir að koma og horfa á okkur og jafnvel því sem að koma inn upp á braut og fylgdust með í smá fúlu veðri. Takk fyrir að koma. Hlakka til að sjá ykkur öll á næsta ári. Við ætlum að halda fleiri keppnir og gera meira gaman úr þessu. Auka langar til að hjálpa okkur við útsendingar eða eitthvað þín líkt eða bara keppnishaldi almennt. Endilega hafið samband. Kvartmíla.is. Ég heiti Aron Óskarsson. Þakka kærlega KFC, AP varahlutum, GT Akademían, gta.is eða viljið prófa hermi kappakstur sem getið þeist þessa braut jafnvel og margar aðra brautur allan heim á tölvuleikjabílum. Stórfenglegt dæmi, HljóðX, þakkum ykkur kærlega fyrir allt sumarið, þið alltaf að lána okkur ykkur búnað, takk. Radiomiðun, takk fyrir nákvæmlega sama. Búnaður, þið eru yndislegt. Takk fyrir að gera þetta allt saman mögulegt með okkur. Sjáum ykkur öll í kappakstri bíla á næsta ári. En þangað til, þá þakka ég bara fyrir. Sé ykkur næst. Það verða stórfenglegt.